Góðan daginn, ég heiti Björg Gunnarsdóttir og í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur meistaraverkefni mitt sem fjallar starfshætti í opnum skólastofum. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Lilja M. Jónsdóttir. Val á viðfangsefni. Nú hef ég verið í kennaranámi í 5 ár og hef fengið að kynnast ýmsum fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum sem ég get nýtt í mínu starfi. Sumt af því sem ég hef lært grípur mig meira en annað, en öll mín þekking sem ég hef safnað að mér í kennaranáminu geymi ég í svokallari verkfærakistu. Á vormisseri 2019 tók ég námskeið sem fjallaði fjölbreytta kennsluhætti og nemendamiðað nám og þar kynntist ég hugmyndafræðin opinn skóla. Hugmyndafræðin vakti strax athygli mína og ég heillaðist fljótlega hugmyndinni að fjalla viðfangsefni í meistaraverkefni mínu. Þarna sá ég kjörið tækifæri til að bæta nýjum hugmyndum og aðferðum í verkfærakistuna mína. Meginmarkmið verkefnisins er að varpa ljósi á stöðu hugmyndafræðinnar opna skólastofu í grunnskólum þessar mundir. Rannsóknin er unnin út frá rannsóknarspurningunni hvaða starfshættir eru ríkjandi í opnum skólastofum í grunnskólum. Megineinkenni hugmyndafræðinnar opinn skóla byggist á sveigjanlegum kennslurýmum sem á fjölbreyttum kennsluháttum og viðfangsefnum. Í opnum skólastofum er nemandinn í brennidepli og hefur hann áhrif á nám sitt. Stöðvavinna, samþætting, val nemenda, hópvinna og fleiri fjölbreyttar kennsluaðferðir eru einkennandi í opnum skólastofum. Teymiskennsla er í hávegum höfð þar sem 2 kennarar eða fleiri deila ábyrgð yfir nemendahópnum. Af þessum áherslum má sjá að opnar skólastofur eru nokkuð frábrugðnar þeim sem hefðbundnum skólastofum sem hafa einkennt skólastarf fram að þessu. Saga opna skólans á Íslandi er einkar áhugaverð, en þrátt fyrir að hugmyndafræðin hafi ekki náð verulegum hæðum hér á landi í fyrstu, má í raun segja hún einkenni skólastarf samtímans. Fossvogsskóli var fyrsti opni skólinn á Íslandi, en hann tók til starfa í byrjun 8. áratugarins. Þegar líða tók á 9. áratuginn, mætti hugmyndafræðin þó mikilli mótspyrnu stjórnvalda og fjölmiðla í tengslum við svokallað sögukennsluskammdegi. Tilraunir til breytinga á kennsluháttum í grunnskólum voru aftur gerðar fyrir 20 árum síðan, en þá voru miklar hræringar í skólamálum. Þjóðfélagið stöðugt að breytast og skólafólk kallaði eftir breytingum í skólastarfi. Þá settu fræðsluyfirvöld í Reykjavík skýra stefnu einstaklingsmiðað nám og fylgdi ýmis önnur sveitarfélög í kjölfarið. Í íslenskum grunnskólum í dag virðist kennsla byggjast mest á hefðbundnum kennsluháttum ef marka má til dæmis starfshættarannsóknina. En þrátt fyrir það er mikill vilji fyrir því meðal kennara að gera kennsluna sína fjölbreyttari og sveigjanlegri. Nýlegar skólabyggingar eru ýmist byggðar sem opin rými eða klasi skólastofa sem ýtir undir opna og sveigjanlega kennsluhætti. Í kjölfar samfélagsbreytinga og tækninýjunga undanfarna áratuga hefur þörfin fyrir nýjungar í skólastarfi aldrei verið meiri og birtist það meðal annars í innleiðingu einstaklings- og nemendamiðaðs náms. Áhrif hugmyndafræðinnar opinn skóla má því sjá greinilega í nútíma skólastarfi þrátt fyrir að skólar gefi sig ekki endilega út fyrir að starfa undir þeim formerkjum. Framkvæmd rannsóknar. Framkvæmd var tilviksrannsókn þar sem gagna var aflað bæði með vettvangsathugunum og hálfopnum viðtölum. Ég tók 4 opin viðtöl í 3 skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur sem voru valdir með markmiðsbundnu úrtaki en þeir eiga það allir sameiginlegt að hafa starfað í opinni skólastofu. Áður en viðtölin voru tekin við þátttakendur fór ég í vettvangsathugun í alla 3 skólana og fylgdist með 3 til 4 kennslustundum í hverjum skóla. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að starfshættir í þátttökuskólanum eru nokkuð fjölbreyttir en einnig er haldið í hefðbundna kennsluhætti og hefðbundnar skólastofur nýttar. Þrátt fyrir að rýmin í opnu skólastofun hafi verið opin og sveigjanleg, nýttu kennararnir óspart hefðbundnar skólastofur til að draga úr fjölda nemenda í rýminu og koma í veg fyrir hávaða. Niðurstöður sýndu að þróun skólastofuna getur snúist í andhverfu sína, því að unglingastigi í einum skólana hefur opnar rýmið verið stúkað af og út frá því búnar til hefðbundnar skólastofur. Afleiðingar þess má til dæmis sjá í því að fjölbreytni kennsluaðferðum varð minni og samvinna kennara breytist úr kennslu í teymisvinnu.
en teymiskennsla töldu viðmælendur vera einn stærsta kost þess að starfa í opinni skólastofu. Niðurstöður mínar benda einnig til þess að hugtökin opinn skóli og opinn skólastofa séu lítt eða alls ekki notuð hinn síðari ár og telji að önnur hugtök hafi tekið yfir sömu eða svipaða hugmyndafræði. Það er fyrst einstaklingsmeðanám í upphafi þessarar aldar og nú síðast nemendameðanám. Út frá rannsóknarvinnu minni hef ég dregið það ályktun að enn nýrra hugtak hafi tekið yfir hugmyndafræðinum opinn skóla og opnar skólastofur. Með hliðsjón af lýsingum á því hvernig skólastarfi er háttað í svokölluðum teymiskennsluskólum, til dæmis út frá kennsluháttum, samvinnu kennara og skipulagningu skóla, þá sýnist mér að það geti verið nýjasta hugtakið yfir það sem áður var kallað opin skólastofa. Á síðustu mánuðum hef ég ekki bara lært að skrifa heila meistararitgerð, heldur hef ég fengið lærdómsríka innsýn inn í skólakerfið. Ég kynnti skólasögunni vel og fékk tækifæri á að sjá hvað margt hefur breyst á síðustu áratugum. Þrátt fyrir að margt hafi breyst má sjá greinilega að eldri hugtök geta lifað í nýrri mynd. Margir skólar gefa sig ekki endilega út fyrir að vera opnir skólar, en þrátt fyrir það nýta margar áherslur frá hugmyndafræðinni. Því tel ég helsti lærdómurinn frá þessari meistararitgerð vera sá að allt er hægt að byggja ofan á reynsluna sem við höfum. Við lifum og lærum og nýtum það sem gengur upp og lærum af mistökunum. Ég trúi því að þrátt fyrir að hugmyndafræðinum opna skólan hafi valdið þó nokkrum usla hér áður fyrr, þá er margt þræl gott sem fylgdi hugmyndafræðinni sem hefur áhrif enn í dag. Að lokum vil ég varpa fram einni spurningu sem ég hvet fólk til að hugsa eða ræða saman um. Spurningin er: hver er ykkar skoðun á því að svo virðist sem að hugtakið teymiskennsla hafi yfirtekið hugtakið opinn skóli eða opinn skólastofa? Takk fyrir mig.